Komið öll sæl og blessuð. Ég heiti Felix. Komið sæl. Og ég hann Gunnar. Við ætlum að segja ykkur sögu sem grunnsamleg og merkileg. Og þetta saga sem okkur finnst mjög mikilvæg. Já. Og ástæðan fyrir því að við ætlum að segja ykkur þessa sögu núna sú að í dag 1. desember. Já. En það var einmitt 1. desember fyrir löngu síðan að þetta byrjaði allt saman. Þannig var að við Gunni sátum í herberginu hans og vorum að gera jólagjafalista. Nei, manstu ekki. Nei, við sátum í herberginu mínu og létum okkur leiðast. Manstu, við vissum ekkert hvað við áttum að okkur að gera. Já, ég satt alveg eins og klessa og sagði ég veit ekkert hvað við vorum að gera lengur. Sko, við erum búin að leika okkur á öllum leikfengunum, öllum stríðsköllunum, öllum tölvuleikjunum, bara öllu. Já, við erum búin að prófa allt, gera allt, kaupa allt. Og það allt hætt að vera skemmtilegt. Já. Heyrðu, Felix. Já. Felix, hvað langar þig mest að fá í jólagjöf? Ert þú strax farin að hugsa það? Og það 1. desember. Já, hvað? Það svona skrítið. Ég meina, þú sem ekkert annað sem skiptir máli í sambandi við þessi jól. Já, það sagt. Já, ég get svo sem alveg sagt þér hvað það sem langar mest í jólagjöf. Nei, ekki segja mér, leið mér að geta. Heyrðu, það svona stríðstölvuleikur? Nei, já, eða stríðskall sem getur flogið? Nei. Þá veit ég. Íþróttaskór, þú veist, með blikkandi ljósum og loftpúðum sem hættir að dæla loftið. Nei. Og þá get ég ekkert getið mig. Sko, nei, mér langar sko í eitthvað alveg nýtt. Eitthvað sem allt öðruvísi en allt sem ég fengið áður. Öðruvísi? Já. Heyrðu, það eitthvað alveg rosalega dýrt? Nei, en ég held samt að það sé, sko, ég held að sé ekki hægt að kaupa það. En það rosalega verðmætt samt. Og það einhver sem býr það til. Þetta hljómar spennandi. Verðmætt? Einhver sem býr það til? Já. En ekki hægt að kaupa það? Ég get ekki útskýrt það. Sko, ég held að þetta sé bara góð jólagjöf sem getur gert jólin skemmtilega aftur. Jæja, þarna eru þið. Mér heyrðist ég heyra fallegar drengjaraddir. Hver þú? Ég heiti Völundur og það ég sem bý til góðu jólagjafirnar. Ég bý hérna í Völundarhúsinu. Má ekki bjóða ykkur að ganga í bæinn? Hva? Inn í skápinn? Góðu jólagjafirnar, sagðirðu? Já, einmitt. Þær sem veita sanna jólagleði. Og ég einmitt búinn að vera að bíða eftir ykkur. Nú, hvað þekkir okkur? Vita, þú ert hann Felix, eða ekki? Og þú ert hann Gunni. Já. Blessaðir drengirnir. Já. Jæja, gjörið þið svo vel. Við Gunni munum aldrei gleyma þessu augnabliki þegar við gengum út úr herberginu og inn í vinnustofuna hans Völundar. Þvílík ævintýra veröld. Við höfum aldrei getað ímyndað okkur neitt þessu líkt, svona fallegt og vel smíðað. Allt þarna inni hafði verið búið til af Völundi, enda var það allt saman sannkölluð Völundarsmíð. Við þorðum varla að snerta þessar gessjamar. Felix var svo hræddur að ég myndi skemma eitthvað. Taktu það bara upp, það alveg óhætt. Til þessi eru þau leikfengina, einhver noti þau, það held ég nú. Þetta svo mikið! Það til þess að öll börnin, góðu börnin, fái sína gjöf. Já. Það til svo mikið af góðum krökkum eins og þú veist. Já, við Felix erum alveg rosalega góðir. Alltaf! Gunni, þetta nú ekki alveg satt. Og annars fáum við eitthvað gjafir, fattar þetta ekki? Já, ég efa það ekki að þið eru góðir drengir svona innst inni. Já. Og þegar á reynir, en það ekki alltaf auðvelt að vera góður og finna réttu leiðina. Stundum virðist vera miklu auðveldara að skrökva pínulítið eða jafnvel svíkja vini sína þegar annað betra býðst. Það þekkja flestir, er það ekki? Jú, ætli það ekki? Viss, nei, ekki ég. Veistu það, ég alveg gegnheill, alveg pottþéttur náungi skal ég segja. Heyrðu, hérna, má ég kannski ekki bara velja mér mína gjöf strax? Gunni minn, fyrst að þú ert svona pottþéttur náungi, þá er ég að hugsa að treysta þér fyrir dálítið alveg sérstöku. Vá! Heyrðu, það kannski flugvélin þarna? Ekki svona gráður. Eða kannski þessi lest, þessi lest alveg æðisleg. Ég að hugsa að afhenda þér þennan hérna. Hvað? Ói, ég ljótur poki maður.
Ætlar að gefa mér þetta? Það sagði ég nú kannski ekki. Ég ætla að treysta þér fyrir honum. Og hvað á ég að gera það? Í þennan poka skaltu setja allt það góða sem verður á veginum. Já, en hvernig veit hann hvað þetta góða er? Hvernig lítur það út? Það skuli þið vinirnir finna út í sameiningu. En ég er vissum að þið þekki það þegar þið sjáu það. Eða það vona ég að minnsta kosti, því að það getur verið mikið í húfi. Mikið í húfi? Hvað meinar þið? Svo sem ekki neitt. En nú skulið þið fara að drífa ykkur heim, áður verður farið að óttast ykkur. Nú því þið eru svo góðir drengir, er það ekki? Jú. Heyrðu, en við komum kannski ekkert aftur í heimsókn, eða megum við það ekki? Jú, þið komið aftur, það er engin hætta á öðru. En verið þið nú sælir og muniði að það eru aðeins raunveruleg verðmæti sem eiga að fara í pokan. Raunveruleg verðmæti? Já. Þetta var mjög skrítið. Já. Sástu allt þetta flotta dót sem hann hefði búið til? Já, það var mjög fallegt. Já. Veist að hann skildi ekki geta gefið okkur eitthvað af því. Hendi bara í með svo ljóta poka. Já, hann hendur nú kannski ekki í því, hann er Ég meina, þetta er alltaf svona. Maður fær aldrei það sem hann langar í. Það er alltaf ykkur aðri sem fá allt þetta flotta. Þú veist, þetta sem heitir hérna sanna jólagleði, eins og hann Völundur sagði. Þetta er satt. Já, ég finn enga jólagleðin í mér. Og samt fæ ég fullt að dóti jólagjöf. Já. Nei, það er einhverjir aðrir sem fá þessar góðu jólagjafir. Þessi jól geta bara átt sig. Já, ég hlakka ekkert til jólum. Bara, ég skýt sama jólin. Já. Það kom inn á skápnum. Frá vinnustofan hans Völundar. Það er eitthvað hræðilegt komið fyrir. Völundur, halló! Völundur, hvað er þetta? Völundur! Hvað hefur gerst? Völundur er horfingur. Og all góðu leikfangi líka. Og verkfærin hans. Þetta er hræðilegt. Hræðilega dularfullt. Gunni, við verðum að fara og finna Völund. Við? Já, það er engir aðrir hérna. Hann er áræðin í mikilli hættu. Og öll fínu leikföngin líka, Gunni. Já, það er satt. Já. Við verðum að fara að finna þig. Já. Og Völund. En hvernig? Og hvar erum við að byrja að leita? Gunni. Já. Sérðu hérna. Lykilinn. Já. Veistu það? Já. Að ég held að við höfum fundið fyrstu vísbendinguna það hvar Völund er að finna. Já. Eigum við ekki að prófa? Jú. Við Gunni vorum lagðir af stað í leit að Völundi og ferðinni var heitið inn í Völundarhúsið. Og á morgun fáið að sjá hvað beið okkar í herberginu sem dularfulli lykillinn opnaði. Bless á meðan.